Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 7. mars er fyrsti sunnudagur í föstu og þema dagsins er freistingin eða prófið. Ég ætla að breyta aðeins til í dag og flétta jafnóðum saman þá 2 lestra dagsins sem fjalla freistingar og próf. Fyrri ritningalestur er löng og mikil lesning sem ég hvet ykkur til að renna yfir, en það er allur 3. kafli 1. Mósebókar. En hann segir frá því þegar Adam og Eva lentu í höggorminum. Og Guðspjallið segir frá því þegar Jesú var freistað af djöflinum út í eyðimörkinni. Og í síðari ritningalestri lýsir Páll því hvað hann hefur þurft að þola fyrir það eitt að predika Guðs orð. En fyrst skulum við signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. 3. kafli 1. Mósebókar hefst á varnaðarorðum höggorminn. Hann var slóttugri en öll önnur dýr og svo byrjar samtal hans og Evu. Já, hann gat talað. Er það satt, sagði hann, að Guð hafi sagt að þið megi ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Nei, auðvitað var það ekki satt. Það var bara eitt tré sem mátti hvorki snerta eða borða af. Síðar kemur í ljós að Satan eða djöfullinn hafði brugðið sér í líki höggormsins. Hann vakti forvitni þeirra á trénu og frægi efasemda var sáð í hjörtu Adams og Evu. Þetta tré hafði girnilega ávexti og þau féllu fyrir freistingunni. Hafa þessar fyrstu manneskjur eitthvað sér til málsbóta. Ormurinn sagði að augu þeirra myndi ljúkast upp og þau myndi vita skil á góðu og illu. Já, svo þau voru eins og börn. Þau þekktu ekkert illt og því auðveld bráð fyrir hins slóttuga orm. En það lá svo miklu meira undir þarna heldur en að óhlýðnast Guði í þetta eina sinn. Kaflinn útskýrir ekki hvað gerði brotið svo alvarlegt að þau væru rekin út úr Eden. En við fáum svarið í Guðspjallinu þegar að Jesú er freistað af djöflinum í eyðimörkinni. En þar segir síðustu freistinguna. En tekur djöfullinn Jesú með sér upp á ofurhátt fjall og sýnir honum öll ríki heims og dýrð þeirra og segir: allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbiður mig. En Jesú sagði: vík brott, Satan, ritað er, drottinn Guð þinn skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum. Já, hver á jörðina? Djöfullinn vildi gefa Jesú öll ríki heims. Guð sem hafði gengið í kvöldsvalanum með Adam og Evu í Eden, misti yfirráðin yfir jörðinni þegar þau settu traustið á orminn frekar en að hlýða Guði. Þau höfðu þjónað öðrum herra. Þeirra beið brottrekstur úr aldingarðinum og sögur Gamla testamentisins vitna allt hið illa sem hefur þrifist á jörðinni síðan. Þá vitum við hvaðan allt þetta illa í heiminum kemur. Páll lýsir því í 2. Korintubréfi hvað hann mátti þola fyrir það eitt að boða Guðs orð. Hann var í þrengingum, nauðum og andstreymi. Hann mátti þola barsmíðar, veri í fangelsi, orði fyrir aðsúg, í erfiði sínu með andvökum og sulti. Þó Guð hafi skapað heiminn og sagt sköpunin að vera harla góða, þá breyttist allt þegar syndin, þar að segja vantrúin, kom í heiminn. Menn tala almennt þennan atburð sem syndafallið og að eftir þetta hafi allir fæðst syndugir, því að við fæðumst inn í syndugan heim. Þó eiga margir erfitt með að sjá lítið nýfætt barn sem syndugan einstakling. Páll segir í Rómverjabréfinu að einn maður féll, Adam, og einn maður, Jesús Kristur, getur frelsa okkur. Tilgangur Jesú var að vinna jörðina og fólkið aftur. Og eins og ég hef sagt við fermingabörn undanfarinna ára,
þá ekki komið að afhendingatímanum. En honum lýst í opinberunarbókinni. En hvað synd? Öldum saman hafa menn talið nánast alla óhlýni eða afbrot vera synd. En það ekki þannig. Við verðum að taka orð Jesú trúanleg. Í Jóhannesar Guðspjalli útskýrir hann fyrir lærisveinum sínum hvað sé synd, hver sé höfðingi þessa heims, og til þess að vinna jörðin aftur yrði hann að fara til föðurins. Jesús varð að deyja. Hann sagði: Ég segi þér sannleikann, það ykkur til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til ykkar. En ef ég fer, sendi ég hann til ykkar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd, réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og að þér sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. Lokaritgerðin mín í guðfræðideildinni ber heitið Aðeins ein synd. Og ég get sagt ykkur að kennaranum mínum fannst þetta ekkert spennandi efni. En ég fór ekki í guðfræðina til þess að tala daginn og veginn. Mér finnst nauðsynlegt að fræða fólk, hjálpa því að skilja texta Biblíunnar, sérstaklega þá sem eru torveldir, svo okkur finnist við ekki vera vonlaus eða finnist við ekki gera neitt rétt. Við erum stöðugt að lenda í einhverjum freistingum og föllum oft. Það getur lýst sér í einföldustu áformum eins og til dæmis því að ætla að hætta að borða kökur. Og vittu til, innan klukkustundar búið að bjóða þér hina girnilegustu köku með kaffinu. Og þú fellur. Eins og Adam og Eva féllu fyrir ávexti. Þetta veraldleg freisting, ekki val á milli átrúnaðar. En öll föll hafa sálræn áhrif á staðfestu, sjálfsálit og sjálfsánægju. Páll lýsti þessu mjög vel þegar hann sagði að vilja veitist mér auðvelt, en mig skortir alla getu til góðs. Hið góða sem ég vil geri ég ekki. Hið vonda sem ég vil ekki, það geri ég. Höfðingi þessa heims djöfullinn. Hann freistaði Jesú á fjallinu til að tilbiðja sig og hann leggur freistingar fyrir okkur öll. En þó að við föllum, það ekki synd. Því að Jesús sagði, syndin, sem orð í eintölu, syndin að þeir trúðu ekki á mig. Ég sagði áðan að margir eigi erfitt með að sjá lítið nýfætt barn eða lítil börn almennt sem synduga einstaklinga. Við sjáum hvað þau eru saklaus, eiga ekkert illt til og eiga allt undir okkur komið. En ef við horfum á það frá þeim sjónarhóli að þessi eina synd sé vantrú, þá horfir málið aðeins öðruvísi við. Vantrú barna vegna vanskilnings sem gerir þau án sakar, eins og orð Jesú bera með sér, ef þið væruð blindir, væruð þið án sakar. Sá sem veit ekki, þekkir ekki eða skilur ekki, án sakar. En Adam og Eva þurftu að taka afleiðingum gjörða sinna, því það afleiðing af synd. Páll sagði, laun syndarinnar, sem líka orð í eintölu, dauði. En náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Höggormurinn sagði við Adam og Evu, vissulega munið þið ekki deyja þó þið borðið af trénu. Og það var rétt. Þau dóu ekki strax, en með syndinni kom dauðinn í heiminn. Guð hafði sett lífsins tré í aldingarðinn, en með brottrekstri þeirra þaðan höfðu þau ekki aðgang að trénu lengur. Í opinberunarbókinni segir að lífsins tré standi við móður lífsvatsins, en vatnið rennur frá hásæti Guðs frá miðju stræti hinnar nýju Jerúsalemborgar
og einu sinni í mánuði mun það bera ávöxt, en blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Þetta sama tré og var í Eden mun gefa íbúum borgarinnar eilíft líf. Ég er alfa og ómega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn, sagði Drottinn Guð. Og við höfum farið frá upphafinu til endans. Við byrjuðum í fyrstu bók Biblíunnar, í Eden, í garði Guðs, áður en fjandinn varð laus í orðsins fyllstu merkingu. Allt var í friði og kærleika og nú endum við í síðustu bók Biblíunnar, opinberunarbókinni, í borg Drottins hinni nýju Jerúsalem, þar sem eilífur friður mun ríkja. Báða staðina skapar Guð fyrir mannin. Á báðum stöðum vex lífsins tré, því að hvorum stað fyrir sig var ætlað að vera eilífur dvalarstaður, en allt fór úr skorðum eins og við vitum. En erum við ekki óendanlega þakklát Guði fyrir að hafa ekki gefist upp á okkur mönnunum og að hann býður okkur áfram að búa hjá sér eilífð? Í hverri messu endar bæn dagsins á þessum orðum: Svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Svo sem var í upphafi vísar í aldingarðinn Eden, þar sem Guð hafði skapað fullkomið umhverfi fyrir mannin. Er og verður aldir alda vísar í hina nýju Jerúsalem borg, þar sem hinn nýji fullkomni dvalarstaður býður okkar. Leyfum þessum orðum þegar þau eru lesin í kirkjunni að gleðja hjörtu okkar og minna okkur á loforð Guðs. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.